Garðaröldi kynnust við eplatrjáagarði á Akureyri og rótgrónum listigarði í Hörgárdalnum. Tveir ólíkir garðar sem skemmtilegt að skoða og kynnast aðeins nánar. Við hefjum leikinn við Krókeyrarnöf á Akureyri. Húsin hérna við götuna eru nýleg og flestir eigendur húsanna eru þess vegna að móta garðana sína. Við Krókeyrarnöf 10 búa hjónin Fjóla Björk Karlsdóttir og Elvar Óskarsson. Þegar okkur á N4 bar að garði var með þeim í garðinum Silli Sveinbjörg sem 9 ára. Þegar þið byggðu þetta hús voruð þó strax ákveðin í að setja hér niður eplagarð? Nei, alls ekki. Við byrjuðum bara á þessum típisku íslensku trjám hérna, reyniviður hér út allt en svo fór ég að fækka og taka upp og setja annað niður. Skipta Konan var svolítið pirruð af mér. En hérna, maður má skipta skoðun, það góðu leið. Hversu mörg eru tré núna? Eplatrén eru 13 talsins hérna á jörð. Svo er ég með plómutré eða við og kirsebæratré. Sitt hvort. Afurðirnar sem að koma af trjánum? Já, það er mjög gott að baka úr eplunum sem koma. Þau eru svona frekar lítil og geta verið svona kannski pínu súr og þá er betra að baka úr þeim heldur en að borða þau eintóm. En sem sagt, hvað ber að hafa í huga þegar maður setur niður eplatré? Einhvern tímann heyrði ég að skjólið, það væri mikilvægt. Já, það er aðalatriðið að velja besta staðinn sem skjól og sól, það er það sem þarf. En þegar þið ákváðuð hvaða yrki þið ætla að hafa, það er væntanlega einhver umræða hefur þarf. Já. Ég lagðist yfir það, skoðaði bækur og það sem ég var að leitast eftir, það var að þau myndi þroska eplin snemma og sæt epli leitaðist ég eftir líka og harðgert sem myndi þola íslenskt veðurfar og það er bara allt í þau standa sig bara mjög vel, myndi ég segja. Hvað segja nágrannar og vinir? Við fórum nú eitt ári með eplatré sem Elvar ágræddi sjálfur og gáfum nokkrum nágrannum í kring eplatré í garðinn sinn því að það náttúrulega, það þarf að frjóvga milli trjánna og það náttúrulega bara ennþá betra því fleiri eplatré í götunni, því betra fyrir okkur líka. Þannig að nágrannar held ég sig bara mjög spenntir og hressir yfir þessu. Fannst þetta alveg mjög spennandi fyrst og það voru nú fleiri tré sett niður upprunalega. Það leit svona út eins og lítill skógur. Maður stundum svolítið spurður hvort við værum farin í svona skógrækt. En það hefur nú aðeins svona fækkað og við höfum valið meira úr, eða Elvar hefur valið meira úr hvað á að vera áfram og þetta er svona niðurstaðan í augnablikinu, svo veit ég aldrei hvað hann tekur upp á næst. Þannig að þið eru svona fólkið með eplagarðinn? Það má segja það. Já, svolítið þannig. Já, ég held það. Aðalatriðið bara finnst allan að mér með garð að við erum mjög hrifin af því að hafa eitthvað sem er ætt í garðinum. Vera með ber, vera með epli, eitthvað sem svona hefur meiri tilgang heldur en bara verið fyrir jólaljósin. Þannig að það hefur bara blessast held ég bara alveg ágætlega. En núna þegar er að nálgast september þegar við erum að taka upp þennan þátt, hvað er að segja uppskeruna? Hvernig verður hún? Eru þið farið að sjá það? Já, þetta er bara allt í lagi uppskera, myndi ég segja. Tréni eru náttúrulega lítil ennþá. Ég held að þetta verið hrikalega flott eftir svona 10 ár, 5 ár jafnvel. Að þá verða hér, get ég trúað, 1000 epli. Alveg pottið, Samt er maður að þynna þetta mikið, Ég geri það alltaf þegar við eru orðin svona komin í þessa stærð, að þá fer ég að þynna þau, hafa meira bil á milli, fækka þeim og svo hinn verði stærri sem eftir verða. En á þessum árum þá komið betra skjól í garðinn, verður þetta auðveldara með árunum eða hvað? Já, ekki spurning. Skjólið er alltaf að vera betra og betra. Maður vonar bara að nágrannarnir fara að setja fleiri tré niður, þá verður það ennþá betra. En svo náttúrulega stækka eplatrén og þá gefa þau betur af sér. Það er bara þannig. Það þarf að sýna sér þolinmæði. Það kemur kannski kal í eplatrén fyrstu 2 árin kannski, svo bara sér maður það varla lengur. Þetta er langhlaup.
Þetta langhlaup. Þetta langhlaup. Já. Þannig að þetta skemmtilegt áhugamál. Já. Þetta mjög skemmtilegt. Garðrækt það? Það hreinsar hugan. Það gott að koma eftir erfiðan vinnudag og koma hérna út í garð og hérna alveg tæma hugan. Bara einbeita sér að þessu sem hér Elvar, eigum við ekki að skoða svona 2-3 tegundir? Endilega. Elvar, já, þetta tré, þetta bara 4 metra hátt eitthvað? Já, þetta orðið, þetta tæpi 4 metrar, myndi ég segja. Þetta með svona eldri trjám í garðinu hjá þér? Já, þetta með því, ég setti niður 4 tré held ég fyrsta árið, 2012. Þetta eitt af þeim. Og hérna, Pyrja heitir þetta tré. Mjög gott tré. Ég myndi mæla með þessu í öllum görðum hérna á Íslandi. Og hérna, það sem þetta tré hefur, gott að segja, sko, það að hérna, þroskar epli mjög snemma og það mjög harðgert. Og ágætis epli alveg. Þannig að jafnvel þó að sé svona kalt sumar og vætu samt að það gefur af sér alltaf. Það gefur alltaf af sér. Það eina sem getur hindrað það ef þú fær mjög góða blómgun og það mýgandi rigning, að þá nærði ekki að frjóka. Það hefur verið að gerast svolítið núna fyrir sunnan veit ég. Ég hef heyrt mörg dæmi það. Þá blotnar frjóið og hérna, þá mislukkast allt. En sem sagt, þetta hefur verið að vaksa svona fljótt og með aldrinum þá verða væntanlega fleiri og fleiri epli, eða ekki? Jú. Það hefur verið sýnt sig að það hefur verið að bæta í bara á hverju ári. Þannig að ég mjög ánægður með þetta tré. Og þetta sem sagt svona tré sem þú ráðleggur byrjendum að alveg hiklaust. Þetta tré og svo eitt annað hérna sem ég myndi mæla með, 2 tré sem eru alveg topptré. En þetta þá sem sagt það harðgert að þú bara sem sagt gróðursettir það og svo bara nánast bara sér það sig sjálft? Já, það má segja það. Bara gefa áburð á réttum tíma. Ég hef þá reglu að ég gef áburð, fyrsta áburðargjöf 15. apríl. Það bara regla hjá mér. Ég veit að mönnum fyrir sunnan finnst það að vera of snemmt, en ég fæ alltaf flotta blómgun, þannig að ég að gera eitthvað rétt. En þetta tré svona eftir 10 ár, hvað þá? Já, þá verður vonandi bara hérna 300 epli á þessi tré, vonandi. Þannig að ég fer að opna eplabúð fljótlega. Ef að skoða næsta? Já, gera það. Elvar, já, þetta tré sem þú ætlar núna að sýna okkur, þetta bara hærra heldur en tré sem vorum að skoða áðan. Já, þetta langöflugasta tréð sem ég með og hérna, við settum þetta niður 2012 líka. Þetta sjálfsagt orðið 5 metrar. Samt hef ég tekið ofan að því aðeins. Þetta gæti sjálfsagt verið komið upp fyrir hús ef ég hefði viljað. En þetta rosa harðgert líka. Rauður Safstahólm heitir þetta, eða P.J. Bergius gengur undir líka. Og hérna, það gefur feiki góða uppskeru. En eplin sem sagt á þessu tré, þau eru mun rauðari heldur en á þeirra tré? Já, þessi verða alveg rauð. En hérna, ef að laufblað yfir eða eitthvað svoleiðis, þá verður það grænt undir laufblaðinu. En þegar þú ert að dytta að trjánum, að klippa þau, það náttúrulega ákveðin kúnst? Já, það ákveðin kúnst, en alls ekki svo flókin. Hérna, þetta ekkert flókið. Hvað það sem að þarf að hafa í huga þegar verið að klippa? Klippa fyrir neðan brum, eða fyrir ofan brum segi ég, og brum sem leitar niður á við. Þannig ger ég til þess að fá þetta hérna lóðrétt. Og þannig vaxa þau og dafna? Já, það best upp á hérna blómgununa. En með því að eplatré eins og bara allan annan gróður, það þarf að klippa og snirta og hugsa svolítið þetta? Já, annars nær sólin ekkert að koma inn í tréð. Ef þetta alveg bara þétt, allt fullt af greinum að þá náður ekkert að vaksa. En hefur þú tekið yrki af þessu tré og sett þig og verið að blanda? Já, alveg
tekið alveg fleiri, ég örgulega 20 yrki sem ég hef tekið af þessu, þetta alveg fyrirtakstré og eins pyrja sem við vorum að skoða áðan. Og hvað gerurðu við þessi yrki? Hvernig blandarðu saman sem sagt, þá eru nú komin út í svolítið fræði? Akkurat, já. Ég gerði svo kræfur hérna þegar ég fekk áhuga fyrir þessu að ég keypti mér Antonovka fræ frá Rússlandi og ég var með alla glugga hérna fulla af hérna eplatrjám. Svo lét ég þau vaksa í 2 ár, færði þau hérna yfir í gróðurhús. Svo þegar þau voru orðin, já, eitthvað svona, þá klippi ég þau í svona 30 cm. Svo tek ég grein að vori, svona í apríl myndi ég segja. Og svo skásker ég báðum megin og lími, svona með sérstöku lími. Það er svona vaxlímband sem ég nota. Og þetta vex svo bara saman. Flóknara er það nú ekki. Þetta er bara eins og rauðvínsgerð eða eitthvað þvílíkt? Já, þetta er bara svona hobby, maður situr og tálgar og já, þetta er bara ægilega gaman að þessu. Þetta tekst ekkert alltaf, sko, þetta var svona 70% heppnaðist hjá mér. En mér finnst það nú bara fínt vel að sér vikið með að maður er bara kjöturamaður og ég hef enga menntun í þessu. Ég las mér bara til og skoða YouTube og þar er öll mín þekking. En næsta hlið byrja þig að sýna mér eitthvað tré sem að þú hefur sjálfur verið að ágræða og svona átt töluvert við. Já. Elva, þetta tré þá, þetta er sem sagt tré sem að þú hefur ágrætt sjálfur. Já. Ég fekk afklippu í garði og hérna, svo ræktaði ég grunnstofninn frá fræi og skeytti þessum 2 saman. Og þetta er eina tréð sem ég hef ágrætt sjálfur sem er í garðinu hjá mér, annars hef ég verið að gefa þau hingað og þangað. Sjálfsagt, já, ég veit ekki 20-30 tré. En það er ekki svona farið að bera ávöxt ennþá? Nei, ég geti trúið að það myndi gera það jafnvel næsta sumar. En það er samt ekkert gott að svona lítil tré sé að bera ávöxt út af því að þau ofgera sér oft við það og þá taka þessi hvíld í 2-3 ári jafnvel. Þannig að stundum er bara gott að taka blómin af. En sem sagt, þessi ræktun mér svona heyrist einhvern veginn á þér að það sé svona stóra áhugamálið jafnvel, að það er að ágræða og prófa sig áfram. Já, það var það allan svona fyrst til að byrja með, svo var ég búinn að fylla gróðurhúsið og þá hvað ég gera við allt blásið og þá fórum við að gefa trén. En hérna, jú, þetta er mjög gaman, ég ger þetta svona á vorin og þá tek ég og setji nokkra potta. Það er bara, já, mjög gaman. En þegar menn eru þetta stórtækir eins og þið eru orðin, þá þarf, sem sagt, það er ekki verra að hafa yfir gróðurhúsi að ráða? Nei, það er eiginlega nauðsynlegt. Reynsla mín er svo að svona lítil tré, að þau á ekkert að setja út fyrr en við 2 ára aldur. Þannig að ekki vera að setja svona lítið niður nema skýla þig þá yfir veturinn. Eigum að hugsa aðeins fram í tímann, hvernig kemur garðurinn og til með að þróast hjá ykkur heldurðu? Þetta verður algjör paradís held ég. Eftir 10 ár þá verður náttúrulega ægilega gott skjól og ég svona reikna með að vera hér bara tínandi epli hérna á haustinn og inn í körfu. En maður einmitt sér það hérna að þú ert greinilega að undirbúa skjóli verði gott. Það er grenitré hérna meðfram öllu. Akkurat. Að þú ætlar þér að fá skjól hérna inn. Ekki spurning. Það er akkurat það sem ég er að hugsa. Og eins hérna með birkið og fá skjól fyrir norðanáttinni. Og hérna þá eru manni allir vegið færir. Og svo er það bara kaffi og eplakaka, það er lífið? Já, það er lífið. Það er bara eftir vinnu, þá er alltaf rjúkandi heitt eplakaka hérna á haustin. Við kveðjum fjölskylduna við Krókararnöf á Akureyri og höldum í haustblíðunni í Hörgárdalinn.
Þetta Fornhagi. Garðurinn við Fornhaga rótgróinn, sannkallaður listigarður. Hérna ræður ríkjum Sesselía Ingólfsdóttir. Garðurinn fékk umhverfisverðlaun Hörgársveitar á þessu ári. Sesselía, garðurinn hérna, hann rótgróinn. Já, já. Mamma mín byrjaði með hann svona 1940 eitthvað og hún setti eiginlega öll þessi tré hérna í kring. Ég hef alla sett tré í garðinn og hún var mikið af fjölærum blómum, mikill safnari og mikil garðyrkjukona. Fór meira að sjá lærði sem var nú einstakt á þeim tíma. Herdís Pálsdóttir hét hún og hún fór í garðyrkjuskóla til Noregs 1937. Það í raun og veru hægt að segja þetta sé listigarður. Já, finnst þér það? Já, veit það nú ekki. En ég hef voðalega gaman af þessum fallegu blómum og eyði miklum tíma hér að starfa í þessu. Hvað það sem einkennir garðinn? Eru það fjölæru blómin eða hvað? Já, það langmest fjölarblóm í garðinn. Og bara já, svo náttúrulega lækurinn hérna, hann dálítið athyglisverður. Hann rennur í gegn. En fjölæru blómin, sko, þau hafa öll sinn tíma. Þannig að bara frá því í apríl fyrir að verða litur og svo tekur við hvað af öðru. Og það svo gaman að fá alltaf nýtt og nýtt til að horfa á. Garðurinn, hann sem sé bara í blóma svo lengi. Það alltaf eitthvað nýtt og nýtt að koma upp. Já, það segja það. Þó að sé mestur blómi svona í júlí og byrjun ágúst, þá þetta alveg frá því, já, svona í maí og fram í september og bara fram í frost. Eitthvað. Þú hefur nú örugglega verið spurð þessar spurningar áður, hversu margar eru plönturnar hérna? Já, ég oft spurð að því og ég hef ekki hugmynd um það. Ég hef ekki hugmynd um það. Það var talið einhver tíman á tímum mömmu og þá var það tæp 700 sortir af fjölærum plöntum. Og þeim hefur ekki fækkað? Ég hugsa nú ekki, af því að ég safna alltaf líka. En auðvitað missir maður líka á móti, þannig að ég get ekki alveg sagt um það, hvort þeim hefur fækkað eða fjölgað. En það hlýtur að vera ansi mikil vinna að annast garðinn. Já, já, það alltaf nóg að gera í garðinn. Og bara, ég vil helst vera frá því, ég vil helst ekki fara heiman frá því í maí og fram í miðjan júlí. Þá mín hérna í garðinum. Já, af því að þá svo mikið að gera. Maður þarf svo mikið að laga til á vorin, skipta plöntunum og snyrta það til og náttúrulega verka ofan af og þetta bara alveg heilmikil vinna, mjög mikið á vorin. En hvað með nýjar plöntur, ertu að skipta út? Já, já. Ég á svona blómavini sem að gefa mér plöntur og ég gef þeim plöntur. Og svo bara, já. Ég bæti við mig ef ég sé eitthvað girnilegt. Í gróðrastöðum líka. Þannig að þú ert alltaf með hugan við þetta? Já, já. Það alltaf gaman að eignast nýtt blóm. En núna þegar við erum að tala saman í byrjun september, þá eru margar plöntur sem eru í bara miklum blóma þrátt fyrir kuldatíð og vætu. Já, já. Það alltaf eitthvað af fjölærum blómum sem blómstra fallega allt sumarið. En með svona konu eins og þig sem ert búin að alast hérna upp með alla þessar sortir, áttu þér einhverjar uppáhaldstegundir? Já, maður á náttúrulega alltaf einhverjar svona sem manni finnst gaman að sýna. Og það nú yfirleitt þær sem í blóma á þeim tíma sem verið að spyrja um það. Ég sá hérna áðan prímúlurnar, þær eru nú í blóma núna. Já, síðsumar prímúlur. Það ein mjög falleg sem Ef að kíkja á hana? Já. Sesselía, þessar prímúlur, þær aldeilis standa núna? Já, þær byrja svona miðjan júlí, eða þessi tegund af prímúlu, sem prímúla Florinda, þriggjar lykill, en blendingur, og hún stendur bara yfirleitt fram í frost. Já, það þannig að þetta bara þar til að bara næturfrostið kemur. Já. Hún mjög duglega að standa. Já, en þessi litur, maður sér hann ekki oft. Nei, þetta frekar sjaldgæft. Þannig að það slegist um það, við á plöntu af þessu á vorin. Og eftirsókn? Já, já, þeir sem sjá hana, þeir vilja fá eintak. En þarftu að skipta oft út hérna?
Já, ég geri það nú svona reglulega því að hún verður ekki eins fallega ef maður skiptir henni ekki. Já. Þá minnka blómin og svona, verður ekki eins fallegt. En þessi blóm, þau nú ansi stór. Já, þetta bara mjög stæðileg planta. Ferðu stundum þá hérna og svona fylgist vel með sérstaklega þessum? Já. Ég náttúrulega labba svo oft garðinn að ég alltaf að fylgjast með þessu. Og þessar eru í uppáhaldi hjá þér núna á þessum núna á þessum tíma finnst mér þetta alltaf mjög skemmtileg planta. Eigum að skoða eina tegund í viðbót sem svona í uppáhaldi hjá þér í byrjun september? Já. Hvað það sem þú ætlar að sýna okkur? Það heitir helleborus og ég held að það heitir fösturósa á íslensku. En það án ábyrgðar af því að ég hef ekki fundið nafni svona alveg til að vera viss. Sesselja, fösturós, ég hef ekki bara sláð því föstu að það sé nafnið? Jú, ég vona að það sé ekki nein vitleysa. Mér finnst lýsingin passa í bókin hennar Hólmfríðar Sigurðardóttur. En þetta svolítið sérstu ekki, hún nú litskrúðug? Nei, hún ekki litskrúðug, en hún bara svo sérstök. Það mikið hort á hana og spurt hvað þetta sé og þetta held ég mjög sjaldgæft. Hvaðan fyrstu fösturósina? Það var bara frænka mín fyrir sunnan sem gaf mér hana. Hún áhuga manneskjum gróður eins og ég. Og hún hefur svona smátt og smátt orðið svona þitt uppáhald hérna í garðinum? Já, ég hef voðalega gaman af að eiga hana. Þó hún sé ekki litskrúðug eins og þú segir. En það eru margt fólk, garð áhuga fólk sem kemur til þín. Spurja þeir fösturósina? Já. Þeir reka upp stór augu og hvað nú þetta? Segir fólkið. Þannig að fösturósin, hún ekki mjög algeng þá í görðum? Greinilega ekki. Nei, ég sá hana einhvern tímann að ég held í listigarðinum, en svo fann ég hana nú ekki núna þegar ég fór nýlega. Ég veit ekki hvort hún til þar núna. Nei. En það getur vel verið. Eigum að enda þessa heimsókn á því að fara inn í garðskálaðinn? Já, ég skal gera það. Garðhúsi hérna þitt, það hefur nú breytt miklu það ekki þegar þú fyrst að? Jú, það breytti geysilega miklu. Maður getur byrjað bara að vera hérna kannski svona í mars-apríl og ég fer með hérna það sem ég sái, forræktaði nú inni en fer svo með þetta hérna út. Það breytir alveg heilmiklu. Ertu stórtæk í samningum? Nei, ekkert sérstaklega. Bara svona, hef gaman að því að pröfa ýmislegt. Já, ertu svolítið fyrir nýjung, ertu að pröfa þig áfram svolítið? Já, svolítið ég að pröfa mig áfram, Ég til dæmis sá því nú aldrei, af því ég skipti plöntunum yfirleitt í garðinum. Og ég byrjuði á því meira núna, að sá allavega svona sumarblómin í kerin mín og svona. Ég sé sjálfri mér fyrir því, í staðinn fyrir að kaupa það á gróðrarstöð. Ég geti ímyndað mér að hitastigið úti núna, það sé svona 7-8 gráður eitthvað sem hérna minnst ákveðið 20 stig hiti. Já, það munar svo miklu ef að sólin skín, þá nær hún að hita svo vel upp hér. En þetta sem sagt staðurinn þinn hérna svona á haustin og veturna sérstaklega? Já. Svo maður náttúrulega, svo sem annan fótinn hérna allt sumarið af því að maður með ýmislegt sem maður þarf að sjá hérna í gróðurhúsinu. En þetta sem sagt skiptir miklu máli að eiga svona gott gróðurhús? Já, það eiginlega ótrúlegt hvað þetta gefur manni mikið af því að þetta lengir einhvern veginn í sumrinu, í báða enda. Hvað gefur það þér að vera í garðræktinni? Ég finnst þetta bara svo gaman og þetta bara gefur manni gleði. Sjá ný blóm og dásta þeim og bara þetta svo gaman að eiga við þetta allt saman. Og það eru góð laun? Já, það bara gefur manni svo mikið að hafa plönturnar til að horfa á og horfa alltaf á eitthvað nýtt og nýtt og bara vinna í moldinni, það bara gefur mér mikið.
Í næsta þætti höldum við áfram garðarölti á Eyjafjarðarsvæðinu.